Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Aðeins að leik kvöldsins, það núna í gangi Belgia, Ítalía að spila á EM og Ítalía 1-0 yfir þegar 75 mínútur liðin á leiknum. Markið kom á 32. mínútu og já, talandi Ítalíu, við erum komin í samband til Ítalíu, til Kára Jónssonar, þjálfara já, íþróttasamband fatlara og þeir eru að keppi mitt núna Evrópumeistari EM. Komdu blessa og sæll, hefði ekki? Já, þetta. Hvernig hefur það? Fínt, það er fínt. Já, það viðra vel á ykkur hérna í Ítalíu? Já, hér er bara 27 steg hiti og sól og fínt, sko. Já, kannski fyrir almenn hlustandan, þið eru að keppa eða ekki núna Evrópumeistari móti fatlara? Já, það er EM fatlara í frjálsum. Hérna í Grosseto, í Toskana fylkinu á Ítalíu. Það er svona 2 tíma akstur norður af Róm. Og hvað eru margir keppendur frá Íslandi á þessu móti? Við erum með 4 keppendur núna. Og já, þetta er nú stærsta mót sem að verið haldið hingað til, Evrópumót, þannig að nokkuð stórt mót. Og já, keppendurnir sem eru að keppa núna, það er það ekki Helgi Sveinsson og Hulda Sigurjónsdóttir, já, og Arnar, er það ekki? Jó, Arnar Helgi Lárusson og Stefania Daney Guðmundsdóttir. Stefania Daney er úr Eik á Akureyri og Arnar Helgi er úr Njarðvík. Já. Hulda er náttúrulega Suðra og Helgi Sveinsson er Ármanni. Já, okkur. Og já, keppnin er það ekki, hún er hóst helgina? Já, jú. Keppnin er hóst helgina. Já, og já, Íslendingar er það ekki búin að láta aðeins við á vaðið? Jú, Arnar Helgi er búin að keppi 2 greinum. Keppi 200 metra hlaupi, 200 metra svona racing í hjólastólum. Og var svona alveg við sitt besta og svo bætti hann betur í 400 metra sprettinum í morgun og setti þá Íslandsmet. Já. Þannig að það er mjög fín byrjun, sko. Svo er Stefania Daney að hlaupa 400 í fyrramálið. Og já, svo er nú Hulda, hún keppir á 50dag, 50 morgun. En á miðvikudaginn er Helgi Sveinsson að keppa. Og það er nú okkar svona helsta von verðlaunasæti. Já, Helgi, hann er nú, er það ekki, já, hann er búin að vera heimsmeistari og Evrópumeistari áður? Jú, hann á þessa titla, sko, hann á heimsmeistaratitil frá því í Frakklandi fyrir 3 árum og svo á hann Evrópumeistaratitil frá því í Swansea fyrir 2 árum og hann setti svo heimsmet í spjótinu í fyrra, þannig að það sem hann á eftir að bæta við sig er bara Olympiatitillinn og þangað stefnir hann í haust. Já, og það verður haldið það ekki í Ríó? Jú, það er í Ríó í byrjun september. Já, ok. Það er hálfu mánuði eftir Ólympíuleikana, þá eru Paralympics. Þannig að það er allir spenntir, þetta er nú eiginlega svona generalpröfa fyrir það, sko. Það eru flestu stórunöfnum, þeir eru nota Evrópumótið svona sem generalpröfu fyrir Ríó. Já, ok. Og hérna eru stóru þjóðurnar með gríðarlega öflug lið, sko. Rússar eru mjög öflugir og Bretar, Frakkar og Ítalir og Spánverjar, þetta eru alveg, þeir setja allt í þetta, sko. Já. En já, móti sjálft, þú varst að tala um að þetta er stærsta Evrópumót alveg frá upphafi? Já, þetta hefur ekki verið sko fleiri þáttöku þjóðir og ekki verið fleiri íþróttamenn í frjálsum. Nei, þannig að það er mjög gott. Byrjum aðeins á Arnari sem var að keppa núna helgina og setti glæsilegt Íslandsmet. Það er kannski hinn almenni hlustandi, hann kannski áttar sig ekki alveg á því hversu erfitt þessi
hlaup eru þarna á hjólastólnum? Nei, það alveg rétt, sko. Maður getur eiginlega valla ímynda sér það, sko. Hann liggur þarna kreftur ofan í hjólastól. Það sem svona langt rör fram úr og hjól fyrir framan sem svona stýri hjólið. Og svo liggur hann þarna saman kreftur með kviðinn fram á lærin og að því að hann með svo háan skaða þá pressar þetta svona á kviðinn og þindina þannig að það mjög erfitt að anda þegar maður liggur svona, sko. Og þessir kappar sem að bæði kallar og konur sem í þessu, þau þurfa að hafa gríðarlega mikla súrefnisupptöku og hæfileika til þess að vinna í langan tíma. Þetta með að segja það, sko. Já. Og svona aðstæðu fyrir hann svona fyrir utan þegar hann að fara svona út að keppa, þær alveg til sóma þannig að hann geti æft sig hérna heima fyrir? Það er nú þannig að hann býr í Njarðvík og keyrir sig á veturnar, þá fer hann inn vinnur í Reykjavík og þá notar hann ferðina og æfir eldsnemma á morgnana inn í Kaplakrika. Þar hefur verið opnað fyrir hann eldsnemma á morgnana og hann fengið að keyra þar. Og jú, það er nú ekkert hægt að kvart undan því, sko. Það væri gott að hafa 400 metra inn í braut, en það er bara hvergi í boði á Norðurlöndunum, þannig að þetta er mjög gott að komast þarna inn, sko. En þú segir... Svo getur hann náttúrulega keyrt að hann keyrir heilmikið bara heima í bílskúrnum, hann með svona treadmill eða hjól, sko, eða svona kefli sem hann festir stólina og þá getur hann keyrt á honum á því, sko. En hún Stefanía Dani, þú segir hún keppir í fyrramálið og hvernig er þetta nýtt mót fyrir henni eða hefur hún keppt ára á svona stórmóti? Hún hefur ekki keppt á svona stóru móti áður. Hún hefur keppt á opna ítalska mótinu hér í Grosseto áður. En þetta er svona fyrsta stóra móti hennar. Evrópukeppni er svona eitt af þessum þremur stóru, EM, HM og Ólympíumóti. En þetta er stórt fyrir hana. Já. Þannig að við búist nú við bara því að hún náir að vera við sitt besta. Hún er í mjög góðu formi og æfir vel. Hún er í sama flokki og Hulda. Flokki 20. Sem er fyrir þá sem eru með þorskahömlun og hún er bara geysilega öflugð stelpa. Og verður keppir í langstökki líka. Þannig að það er nú framöndan, undirbúningur fyrir þetta, þau hafa náttúrulega það ekki lagt mjög mikið á sig, allan að hefur maður séð hvað mikla æfingar á baki fyrir bara að komast á móti sjálft. Já, þetta er bara eins og er hjá ófölluðum sem eru í topparútunni, sko. Það er bara verið að æfa á hverjum degi. Hulda er til dæmis búin að æfa núna 2 á dag í 2 ár. Nánast má segja að það alveg óslitið og fara í æfingabúðir. Þau eru öll búin að vera í æfingabúðum í vor, sko, í hálfan mánuð. Arna Helgi fór í 3 vikur til Sviss. Hulda við fórum þarna í 3 vikur til Portugal. Og þá er æft alveg gríðarlega mikið, sko, þannig að þau eru öll búin að æfa alveg svakalega vel, sko. Þannig að við búumst við að þau geti bara verið að ná sínum bestu árangum, setja persónulega met. Og Íslendingar geta fylgst með þeim inn á efsport.is, þar eru linkar inn á beina útsendingu frá mótinu? Já, það er þetta bara að fara á netið. Og við erum náttúrulega að ausa þess út á Facebook og svona. Þannig að ef að fólk leitar okkur uppi á Facebook, þá er þetta á IF-síðunni eða minnisíðu eða það er víða hægt að groppa í þetta og svo EPC Athletics. Þar er bara beinútsending á vefnum.
það sem að, já, tæknin er svakalega, já, svona þegar þú varst að stunda íþróttir á yngri árum, þá gastu þið það ekki fylgst með þér í beinni útsendingu á netinu það? Nei, það var nú bara ekkert net þá, sko. Nei. Það var ekki einu sinni farsími, þannig að ef þú vildir eitthvað að fylgjast með það, þá ættu bara að vera á staðnum. Það var bara ekkert öðruvísi. Nákvæmlega, þannig að það hefur verið mikið erfiðleiki að fylgjast með. Það var bara... Já, það var öðruvísi. Já, nákvæmlega. Kári Jónsson, þjálfari, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að kíkja inn á ifsport.is og fylgjast með. Það eru linkar inn á beina útsendingu og já, þið eru duglega á Facebook að sína hvað er að gerast hjá okkur. Já, takk að þér gestur. Það er mjög hvetjandi að fá hérna svona athygli fjölmiðla og hérna þau eru mjög sátt með það allir í okkar hópi hvað þú fylgist vel með okkur. Við sendum bestu kveðjur og við erum að sjálfsögðu stolt og við hlaka til að syngja Ísland. Já, takk að þér. Áfram Ísland, bestu þakkir. Já, takk. Já, eins og Kári kom inn á þá, já, var það þannig að já, Arnar bætti, já, setti nýtt Íslandsmet í 400 metra hjóla stólareis á Evrópumóti fallar í frjálsum íþróttir sem framfer á Ítalíu núna og já, hann kom í marka á 1:03:91 mínútu og þetta er 10. persónulega bæting hans á árinu og nýtt Íslandsmet eins og ég sagði áðan, en Arnar tókst ekki að tryggja sig þátt í úrslitum sem framfara fóru en í gær, en hann mun keppa aftur á miðvikudaginn og þá í 100 metra reisi og það verður jafnvel síðasta keppnin hans á mótinu, en allt þetta inn á ifsport.is og þeir geti fylgst með á Facebook einnig, það eru beina lýsingar og allt og sjónvarpsútsendingar. Staðan í Belgíu Ítalíu og EM karla, þar er staðan 1-0 fyrir Ítalíu ennþá og það eru 4 mínútur eftir að þeim leik, en aðeins áður en ég sleppi aðeins frjálsíþróttir áfram, þá var lið Íslands í 2. til 3. sæti á smáþjóðleikunum á Möltu núna helgina og þetta er fyrsta smáþjóðleikamótið í frjálsum, þannig séð, en íslensku keppendurnir náðu góðum árangri á mótinu og enduðu í 2. til 3. sæti í stigakeppni mótsins með 109,5 stig ásamt liði Kýpur, en sigurvegari í stigakeppni var lið Moldavíu með 125,5 stig og já, þessum árangri náði íslenska lið þrátt fyrir að vera ekki fullskipað í öllum greinum, en alls tók sveit Íslands að sigra í 8 greinum mótinu og meirinn á það inn á fri.is og en við förum í sigurverana, það var að bollhlaup Íslands í 1000 metra bollhlaupi kvenna, en hún sigraði á góðum tíma 2:08:44 sem er vel undir Íslandsmets tíma í greininu sem er 2:09:58, en vegna tæknilegar útfæslu hlaupsins hjá mótsöldurum á Möltu fæst tíminn því miður ekki staðfestu sem Íslandsmet, en sigursveitina skipuðu þær Þórdís Eva Steinsdóttir, Arna Stefania Guðmundsdóttir, Hrafnhildur Hermónsdóttir og Anita Hinriksdóttir, og Anita Hinriksdóttir hún sigraði að sjálfsögðu í 800 metra hlaupinu á tímanum 2:01:71 sem jafnframt var stigahæsta afrek mótsins í kvennaflokki. Ari Bragi Karásson í 100 metra hlaupi sigraði gull á 10:66 og í 200 metra hlaupi einnig á 21:56, en þessu árangri náði, já, hann snarprið þátt fyrir að vindurinn í fangið og sýnir jafnvel mettími Jón Arnar Magnússon í 100 metra hlaupi 10:56 getur verið í hættu, en Arna Stefania Guðmundsdóttir í 400 metra hlaupi sigraði í 400 metra hlaupi á 54:02 sekúndum, bætingum 0,52 sekundur og fjórði besti árangur íslenska konu frá upphafi. Guðni Valur Guðnason sigraði í kringlukasti með kast upp á 60:05 metra. Hrafnhildur Hermannsdóttir sigraði í 200 metra hlaupi á 24,56 og Hafdís Sigurðardóttir í langstökki með stökk upp á 66,32 metra. Nú í þessum einu siguru var Hrafnhildur Hermannsdóttir í 100 metra hlaupi á tímanum 12:15, Arna Stefania Guðmundsdóttir í 100 metra grindarhlaupi á tímanum 14:35 sekúndum og þessum einu bronsamótin var Óði Björn Þorsteinsson í kúluarpi með kast upp á 18,38 metra. Þórdís Eva Steinsdóttir í 400 metra hlaupi með tímanum 55,32 sekundur og Kristinn Torfason í langstökki með stökk upp á 7,05 metra. En annars var boðhlaupsveit karla í 4. sæti í 1000 metra boðhlaupi og það var skipað þeim Ívar Kristinn Jassonarsson, Ara Braga Kárásson, Kolbeinn Höður Gunnarsinni og Trausta Stefánsinni og Kolbeinn Höður Gunnarsson var fjórði í 100 metra hlaupi á tímanum 10,90 sekundum og sem og í 400 metra hlaupi á tímanum 48,31 sekundu. Hlynur Andrisson var í 4. sæti í 3000 metra hlaupi á 8,28,25
og Vigdís Jónsdóttir var í fjórða í sleggjukasti með 54,87 metra. Stefán Velimir var í fjórða í kúluvarpi með 17,17 metra kast og Trausti Stefánsson var í áttunda í 200 metra hlaupi á 22,51 sekúndu. Ívar Kristinn Jassonarsson var níundi í 400 metra hlaupi á 49,09 sekúndum og Kristinn Þór Kristinsson var 14. í 800 metra hlaupi á tímanum 1:53:50. En öll úrslit má sjá inn á fri.is. Aðeins aftur að íþróttum fatlara, svona áður en ég sleppi umræðinu það. Það var að þannig að Fjöður varð helgina bikarmeistari fatlara í sundi 9. ári í röð. En Blue Lagoon bikarkeppni íþróttasamband fatlara fór fram í Laugardalslaug helgina en Fjarðarliðið hafa verið sælir síðustu 9 árin í keppninni og hlutu í dag helgina 12.469 stig en lið IFR hafnaði í öðru sæti með 9.879 stig og í þriðja sæti var Ösp með 2.556 stig. Fyrirliðanir Anita Ósk Hrafnsdóttir og Hjörtur Már Ingvarsson tóku við bikarnum mikla í mótslok og þetta var fjórða ári í röð sem keppnin ber nafnið Blue Lagoon sem einna stærstu styrtar og samstarfsaðilum íþróttasamband fatlara. 2 Íslandsmet féll á mótinu í 25 metra laug. Hjörtur Már Ingvarsson á Fjöðri setti nýtt met í 100 metra baksundi í flokki S6 eða hreyfihamlaða og hann komin í bakkan á 1:37:64 mínútum. Þá setti Sandra Sif Gunnarsdóttir og IFR nýtt Íslandsmet í 100 metra fjórsundi í flokki sjónskertra í S13 hún kom á bakkan á 1:31:46 mínútum. Nú það byrja meirum það inn á ifsport.is en við ætlum næsta að fara aðeins í handboltan og línunni verður besti leikmaður Ólisteildar karla á leiktíðanbilinu Janus Daði Smárásson og eftir því heyrum við í besta júdókoppa landsins Þormóð Árna Jónsson. Staðan leikkvöldsins Belgia 0, Ítalía 1 og það er komin uppbóta tími en Emanuel Giaccherini skoraði markið á 32. mínútu en Leonardo Bonacci átti stóðsendinguna. Skallingurmur eru 2-0 yfir gegn Snæfell í fjórudeild karla í knattspyrnu og annars voru 2 aðrir leikir og EM Spát sigraði Tékkland 1-0 með marki frá Gerard Piqué á 87. mínútu eftir stóðsendingu frá Andrés Iniesta og Írland og Svíþjóð skildu jöfn 1-1 en Írar komust 1-0 yfir á 48. mínútu en Svíjar jöfnuðu á 71. mínútu. En næsti viðmælandi minn það er engin annar en Janus Daði Smárásson. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld.